Komið sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4, föstudaginn 12. janúar. Við ætlum að fara víða í dag, við ætlum að fara upp á bókasafn og fjalla lestur, við ætlum að ræða kvikmyndagerð, tónlistaratriði og fleira. En við ætlum að byrja á ferðamálum. Því breska ferðaskrifstofan Superbrik, hún býður núna í byrjun árs upp á beint flug milli ýmsa flugvalla á Bretlandi og Akureyrar. Hjalti og Heba, verið þið velkomin. Takk fyrir. Hjalti, þú hefur nú unnið að þessu verkefni dálítið lengi, eða ekki? Ég búinn að vinna í 3 ár við þetta verkefni, en það á sér lengri aðdraganda. Flugklasinn, þar sem ég er verkefnastjóri, var stofnaður fyrir 6 árum síðan og það er rauninni búið að vinna markvisst alveg síðan þá og það er mjög gaman að sjá að í dag erum við að sjá svona fyrsta stóra afraksturinn af öllu þessu starfi þó að það hafa verið ýmsir áfangar á leiðinni. Fólkið fyrstu farþegarnir eru bara í flugvélinni núna í morgun, eða ekki? Í morgun, jú. Lögðu á stað bara 9-leytið frá Cardiff í Englandi. Ok, og lending? Lending er í hádeginu, hér á Akureyrarflugvelli. Og hvað eru margir sem eru að fara að koma í þessar ferðir? Það eru svona cirka 2500 manns sem við getum búist við núna í vetur. Þetta eru 14 flugferðir og það er flogið á 189 sætavélum og þær eru að mestu fullar. Það hefur gengið rosa vel að selja hjá þeim. Þeir eru búin að selja yfir 90% af sætunum og ferðaskrifstofan er mjög glöð með þann árangur og við auðvitað líka. Hvernig fer svona verkefni á stað? Þetta er ekkert sem gerist á einni viku? Nei, alls ekki. Eins og ég sagði, við erum náttúrulega flugklassi er búin að vinna mjög lengi að þessu og við höfum átt mjög gott samstarf við sveitarfélögin hér á svæðinu og fyrirtækin, mörg ferðaþjónustu fyrirtækin hér líka. Og smám saman höfum við tekið hænuskref í rétta átt. Það var náttúrulega í fyrra þá byrjaði Air Iceland Connect að fljúga með beina tengingu til Keflavíkur og það var viss áfangi líka. Og það flug er í raun að gagnast okkur heilmikið og er mjög jákvæðt líka að bjóða upp á þá tengingu. En svo þetta byggir þetta núna á öllu því starfi sem var komið og í rauninni þetta gerðist enda svolítið hratt varðandi Superbrik vegna þess að fyrsta samtal mitt við Superbrik var í apríl held ég á síðasta ári. Þannig að það er ekki nema 9 mánuði síðan. En þá komust við á snoður að hér bæði væri þá búið að koma á flugþróunarsjóði og eins bara hér væri starf til þess að taka á móti og svona mekanismi, hér væri flugklassi og tekið vel á móti þeim sem vildu opna flugleiðina. Og hlutinni gerðist síðan mjög hratt og í júlílok þá var þetta komið í sölu hjá ferðaskrifstofunni bresku. Já, og það gekk nú hratt að selja, hann ekki? Gekk mjög hratt. Þau byrjuðu á að setja upp 8 flugferðir. Eftir, ég held að ekki verið liðnar 3 vikur þegar bættu við 4 í viðbót vegna þess að salan fór svo vel á stað. Og þetta endaði svo í þessum 14 sem við erum að sjá núna í janúar og febrúar. Og eins og segið, það er búið að selja yfir 90%. Þeir eru að takmarka 97% og ég hugsaði náið því bara. Já, frábært. Hvers vegna janúar og febrúar? Nokkrar ástæður fyrir því. Það er auðveldara oft á tíðum að fá flugvélar á þessum árstíma. Það er ódýrara oft að fá gistingu á þessum árstíma. Það eru minni samkeppni við önnur ferðalög eins og sólarlandaferðir og annað slíkt. Og svo náttúrulega höfum við hér búin svo vel hérna á Norðurlandi að við erum með mjög góðan áfangastað fyrir vetrarferðamennsku. Hér er svo fjölbreytt afþreying í boði og bara draumur að vera hér yfir veturinn. Heba, þú rekur 2 veitingastæði hér í bæ. Þið hljótu nú að þetta hlýtur að skipta svolítið máli fyrir alla sem koma að ferðaþjónustu hérna á svæðinu að fá svona stóra hópa yfir vetrartímann. Já, algjörlega og bara til að byrja með bara til hamingju, bara Akureyringar í rauninni. Og markastofan, já, og markastofan alltaf búin að vinna þessu og með þessu flugklassa svo lengi og maður er svo sem búin að bíða lengi eftir þessu, má segja, en eins og þú segir, góðu hluti gerast hægt og allt það, en ég myndi halda að þetta skiptir ekki bara veitingastæði máli, þetta bara skiptir allt bæjarfélagi máli. Við vitum öll hvernig er að fara í miðbæinn yfir mitt sumar, hennar yðara lífi, sko, og fara að sjá það kannski í janúar og febrúar og næsta vetur líka. Þetta er bara frábært og þetta er örugglega bara eftir að vaxa. Því að það hljóta fleiri að sjá möguleikana þegar þeir eru búin að sjá hvað þetta gengur.
Nú oft verið með rætt að þurfi að dreifa ferðamönnum betur yfir árið, sérstaklega kannski utan höfuðborgarsvæðisins. Þetta svolítið stór liður í því. Já, dreifa ekki eitthvað, má nokkuð nota? Það umdeilt orðrendar. Nú, já. En við getum nú notað það samt. En jú, vissulega hefur þetta hjálpar mikið til við þá árstíðasveiflu sem við búum ennþá við hér allavega. Og þannig að það bara mjög jákvætt að við fáum einmitt flug inn á þessum tíma. Það skiptir rosalega miklu máli. Og þetta hefur allt verið unnið í samstarfi við ýmis fyrirtæki á svæðinu. Já, í veitingageiranum til dæmis. Já, þetta auðvitað unnið í samstarfi við allt okkar bakland og við erum mjög heppin með að hafa mjög fjölbreytta afþreyingu. Við erum með mjög góða og jákvæða samstarfsaðila eins og ég var að segja með Superbreak. Þau höfðu orð á því að þau höfðu hvergi fundið annan eins velvilja og samstarfsfús fyrirtæki eins og hér á Norðurlandi þegar þau hafa verið að herja á nýmið. Þannig að það er mjög góður vitnisburður fyrir þá starfsemi sem er hér á svæðinu og við erum svo sannarlega tilbúin að taka móti þessu fólki. En eins og staðan er í dag, þá er þetta er bara fyrir Breta að koma til Íslands, eða ekki? Jú, fyrst og fremst. Þetta er sett upp þannig, þetta er sett upp sem leiguflug frá Bretlandi og ferðaskrifstofan Superbreak selur pakkaferðir hingað og það kom held ég aðeins óvart að hvaða var mikil eftirspurn eftir að komast héðan líka burtu. Við erum svolítið flugsjúk og það er mjög gott og í framtíðinu eru áform það að setja upp að einhverju leyti pakka frá Akureyri til Bretlands á móti. Það er mjög lítið það núna, reyndar það eru hátt í 100 manns að fara frá Akureyri í dag til Edinborgar yfir helgina að nýta sér þetta flug en þau seldu svo vel í sína pakka að það var lítið pláss í vetur til þess að bjóða pakka hinn áttina en svona til framtíðar þá hugsaðu sér að geta boðið öðru hvoru á sama hátt leiguflug til Bretlands. Já, einmitt. Og þetta er nú kannski bara byrjun á einhverju meira og stærra? Já, ég vona það. Ég er eiginlega sannfærður það persónulega en við svo sem tíminn áttir að leiða það í ljós en við finnum fyrir það er mikill áhugi fyrir Norðurlandi og hann hefur verið að vaxa undanfarið misseri sem áfangastað og ég hef trú á því að Superbreak sé að vissu leyti brautryðjandi. Það sýnir öðrum aðilum að þetta sé hægt og sölutölurnar núna segja okkur að það sé eftirspurn. Þannig ég hef trú á því í framtíðinni þá munu fleiri aðilar, ferðaskrifstofur eða flugfélög sjá þetta sem vænlegan kost. Og það er auðvitað okkar loka takmark í flugklassanum að koma á reglubundnu áætlunarflugi. Þar sem hægt er að kaupa bara sæti í báðar áttir eftir að vild. Finnið þið mikið fyrir þessu, hann talar um aukna eftirspurn eftir og aukinn áhuga á Norðurlandi sem áfangastað. Finnið þið mikið fyrir því? Já, algjörlega. Það hefur náttúrulega breyst mikið. Fyrir ekki svo mörgum árum var þetta bara 4 mánuðir á ári sem við sáum erlenda ferðamenn fyrir utan svona einn og einn sem að danglaðist en nú það er búið að vera mikil breyting en við erum alveg tilbúin og ég myndi segja bara öll ferðaþjónustufyrirtæki, veitingastæðir og hótel á Norðurlandi tilbúin að taka á móti fleirum Þannig þetta er bara mjög kærkomið og eins og þú segir, byrjun á einhverju vonandi ennþá stærra og meira. Já. Svo er spurning með eins og flugi í Bretlandi, ég meina það er náttúrulega kannski auðveldara fyrir alla úr heiminum að fljúga þangað og svo beint til Akureyrar, eða hvað? Þetta vantarlega opið fyrir alla eða að kaupa, ekki bara Breta. Nei, það getur auðvitað allir keypt sér þessa pakka, sko. Akkurat. Það er alveg þannig, já, vissulega. En þetta eru aðalega Bretar sem eru að koma núna? Já, jú, það er það. Ennþá. Já, en ég tek nú undir það og vonum að þetta verði byrjunin á einhverju stærra. Kærar þakkir fyrir komuna. Já, bara takk fyrir, sömuleiðis. Við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir stuttastund.